förum bara yfir til dæmis liði Íslands. Nei, svo sem ekki. Þorsteinn hefur verið duglegur að rúlla á liðinu. Þetta er 3 breytingar fyrir leikinn stórmóti í sumar sem að auðvitað allar vilja spila. Það held ég og þetta fer allt saman úr mörgum leikmönnum og stórkostlegum leikmönnum að velja. Og Griets Mbok Bati er leikmaður Paris Saint-Germain sömuleiðis. Þetta er sterkt lið, Margrét Lára, sem við erum í þessum leik og eins og þú kemur inn á, Margrét Lára, þá eru þetta 3 breytingar sem að Þorsteinn gerir. Guðný Árnadóttir. Við gerðum það að vissu leyti, við ögruðum þeim að vissu leyti í síðasta leik út í Frakklandi en þó ekki nóg. Þetta er náttúrulega bara hörkulið sem að Frakklandinu er frábæran hátt og allavega með 11 góða inná og ekki síðri leikmenn á bekknum. Sannarlega leikurinn er komin í gang og það er Ísland sem að byrja með boltan. Talaði við nokkra leikmenn hérna fyrir leik og þær töluðu allan um það að tilfinningin að spila á þessu grasi væri bara mjög góð. Blásið mikið á höfuðborgarsvæðinu í dag og sjáum bannað að skora í miðju Víkingaklappi. Hér er Bussi með boltan inn á teignum. Bussi leggur hann út og þá Toletti með skot! Mann í hvað ég segja, dauðafæri í raun og veru. Já, þarna ætlaði Sveindísson einhvern veginn eins og hún ætlaði að taka hann með sér í staðan fyrir að bara Sveindísson og pressar, gerir þetta mjög vel. Hlín Eiríksdóttir núna í frábæri tækifæri, kemur honum á Sveindísson, Sveindís leggur hann aftur á Hlín með skotið, Mannín með Sveindís og Hlín og þær spila þarna mjög svo góðan þrýðing og þetta er bara gott færi fyrir. Er þetta vel? Kemur svo með fastasending út á Ndongala. Ndongala síðan á Katoto með skot en miðsvæðinu, það er ein hreyfing og hún er búin að losa sig við 2. Já, sessilega fljót. Hér er Mannín að sendinguna fram á við, Dagný í baráttunni og hér. Það var nú bara svipuðum slóðum. Hér tekur hún skotið og frábært skot og hver er fyrsta boltan? Það er dauðafæri. Já, ég held við fáum ekki betri færi en þetta, Gunnar. Frábær aukaspinni og Karolínu dettur beint fyrir. Þetta er ekki rangstaða. Glódís Perla setur boltan í hliðaninn. Karolína, frábær bolti inn í teig og Mannian slær þennan. Já, kann að nota vindinn í eitthvað sem tegnum. Kemur Karolína Leo, tekur út svingshotn með hægri fæti. Kemur fyrir og hér best boltinn á fjársvæðið en Alessandra. 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Sveindís, langt innkast. Þetta er sem fyrir Ingibjörgu Sigurðardóttur sem að lyftur hún bara inn á teig og það er Hlín í baráttinu. Hún ætlar hann að koma honum aftur fyrir en já, bara íslenska liðið verið að mér finnst töluvert betra. Þetta er aukaspinnu Karolínu Leo þegar Glódís sett hann í hliðanettið. Sendingin í teiginn, Mannian. Þá er franska liðið komið í skyndisóknina hinum megin. Hér er Bussi. Bussi og frábærlega gert á Baltimore. Bussi leggur hann fyrir sig. Já, mögulega síðast að tækifæri Íslands til þess að skora. Agla María getur komið á ferðinni. Agla María leggur hann á Sveindísi Jane. Sveindís Jane fyrir bara strax að skota en frábær. Endingun í höglum var frábær. Sveindís tekur bara snögt sko. Já, aftur er hún að verja feikilega vel og virkilega vel spila hjá öglum. Boltan núna. Guðný til varnar. Mastri kemur boltanum fyrir og sjáum hérna, boltinn dettur ofan á hörslana og mikil og snerta boltan hérna ansi oft inn í teignum og reyna síðan að færa niður á fjær og hér hjólhesta spilna. Meira með boltan núna og við verum að passa okkur að við þurfum að fínast tilraun hjá Bussi þarna. Já, skemmtileg tilraun hjá Bussi. Baltimore. Katoto, hún er ekki að taka niður. Jean-François! Og þarna komum við þetta skot sem að ég er svona persónulega búinn að biðja svolítið. Ekki á íslenska liðinu akkurat núna. Þessi svæði svona fyrir fram að vörðin okkar og geti komið sér í þessar Við færum boltan aftur. Skotinu kemur núna á Baltimore. Baltimore lætur hann ganga áfram að Ndongala með skot. Næstu inn í markteig þegar það eru að skjóta. Þetta er markspyrna öllu heldur. Já, hann sjáðu.
Íþróttahlaupinu, það kemur hér, Dacia kemur sér með fastan bolta fyrir en... Já, við sjáum það að Frakkarnir eru herðartökin, þær eru að svona komast örlítið aftur fyrir. Innarlega og muna að þessi bolti skrúist inn á fjärstönginni. Já, þetta er frábær bolti á Toletti þarna og... Það sjáum við, þetta er í skotið og þá er tvöföld breytt. Það er feikilega gaman að sjá Fantasy. Mellard sett ekki fyrir og frábærlega varið á Cecilíu en þetta enda með Baltimore. Skiptingin nýbúin að þessi stað. Frakkarnir refsa heldur betur. Og að vera rangstaða sýndist manni svona við fyrstu sín. Og vel klárað hjá Baltimore í annari tilraun. En engan síður vel klárað eftir fína vörslu. Og hvað við værum að fá svona í andlita á okkur en vorum að vinna okkur aftur inn í leikinn en svo einhvern veginn... Og gult spjald. Fannst það þegar Mellard var á Gurnu. Þegar hann aftur. Kemur svona boltan fyrir. Og þessi bolti leitar aftur inn í teig. Berglind til þess að... Stutt og komið hann svo langan inn í teig og Berglind óöfum með skoti þarna er í ágætis útfærsla á þessu innkasti. Gala. Og hér sendingin inn fyrir og einn gegn Cecilíu Rán, engin rangstaða og Frakkar gera hér út leikinn. Þegar minna en 6 mínútur eftir Grace Gioro nýkominn inn á og skorar hér annað mark Frakka. Þarna bara Glóti situr bara eftir og hérna þær klára þetta feikilega vel. Kemur Glóti sér út úr vörninni og verið líginni líkastir. Já, þeir hafa verið miklir. Það kom svona 10-15 minna kapli miðjast á sér og gerir það snildalega. Algjörlega frábær. Þó vera ógnaði örlítið og spilnaðist frá og finna. Það er leiðmannum inn fyrir á Söndru Maríu og hér er auka. Þetta getur verið ágætis færi fyrir okkar leikmenn að nýta. Þórdís Perla og Fanndís Friðriksdóttir standa sömuleiðis þarna. Það er Glóti sem að gera það. Bolti hittar hann svona aðeins. 16. júlí. Síðan þá leikurinn í röð þar sem að Ísland tekst ekki að vinna. Fínn riðill fyrir íslenska liðið. Og Hallsbjörn sem endar í hliðanettinu. Og hér flautar Emanuel Rústa til loka þessa leiks. Ísland fer í gegnum þjóðadeildina, viðtölum og fleiru. Það mun færast yfir á RÚV 2. Þannig ég hveti ykkur til þess að þar er fyrsti leikur 2. júlí. En Ísland tapar hér 0-2 gegn Frökkum. Já, Ísland